Góðan daginn skákmeistarar, ég ætla að taka hérna fyrir franska vörn í dag og þetta er svokallaður Advance Variation, það er svartur leikur í F5, G5, G3, þetta er allt hefðbundið, rittar F3, byrkur D7, með vinni þetta sé kallað auðveafbrigði í franska vörn, en hann hérna Arjun Erigaisi sem er indverskur stórmeistari, ungstirni frá Indlandi, hann hefur verið að defla þetta dálítið með hugmyndinni að leika F6 eftir byrkur B2. Ég ætla að taka það fyrir í dag. Getur á þetta aðra leiki hérna, en getur leikið A3 og byrkur D3, en það er nú efni fyrir annað vídeo. Mér langar bara að nefna persónulega finnst mér hókur C8 frekar athyglisverður leikur á móti byrkur D3. En nú það. Nú hugmyndin með F6 er auðvitað að reyna að grafa undan þetta miðborði hjá hvítum þarna á E5 og D4 og oft viljum við fara með drottninguna á G7 og jafnvel íhuga langkrókira síðar eins og ég kem betur að. Nú stuttrókun er aðalínan fyrir hvítan í þessu. Ég mun taka það fyrir í lokin, en við skulum kíkja á aðra leiki fyrst. Þetta með byrkur B5 sem væri nú svolítið skrítið að verja tempói í þennan leik, annan biskupleik, en hér hefur við smá taktík. Og kongur E7 er upprópunarmerki, passa sig að leika ekki G6, það býður hættunni heim. En kongur E7 er besti leikurinn. G5 er bara talin slæmur leikur. Sjáum að þetta var G8 sterkur leikur og við erum með ansi sterkt miðborð. Og undan í liðskipan og hvítur getur ekki hrókirað hér og er í vondum málum. Þannig að byrkur B5 er náttúrulega slæmur leikur. Byrkur F4 er önnur hugmynd að styðja við E5-piði. Það var líklega bara best að leika drang B6 og við pressum á D4 og B2. Nú ef hvítur leikur drang D2 og valdar þá hefur við hérna G5. Og það gæti þess eitthvað með svona. Hér erum við bara piðinu yfir. Og getur reynt að drepa G5 millileikur, en það er bara sama. Byrkur B3 og valdar D4. En það hefur telst hérna einhver skák árið 1983 og við sjáum að biskupinn er að fara hérna á B4 og leppa drottninguna. Nú er hrókeri og kemur líka G5, biskup G3, G4 og H5 gefur skemmtilegt spil. Það er að fara að hóta hérna H4 og drepa á E5. Getur við fara að langkrókera og rittarinn farið á flakk grófum dráttum. Rittari D2. Hvítur er að bjóða upp á B2, en við sleppum alfarið að þykja það og leikum G5. Það er að sýna hérna hvað gerist hér. Hóking og hvítur er virkilega tveimbyggðum undir, en við erum að eyða allt mörgum tempóum í þetta peð átt og þetta er að
koma kongnum okkar í skjól. Þannig féð gæti verið eitthvað svona hugmyndatrykki. Sem sagt, ef hann drepur á C1 þá drepur á F2. En ég með eitthvað framhald hér, krókur C1 og þetta er bara mjög slæm stað á svartan sko. Krókurinn að fara að koma á C7 og allt í skrúuna hérna sko. Þannig að G5 er bara svona þeman í þessu. Og D drepur G5, biskup Gunnar 3, hirðum peðið. Hérna geti H5 verið atriðsúrleikur, en hér er einhver skák með riddari 1-7. Biskup drepur G4, næri peðið tilbaka og löngkrókun. Og svartur á að vera með alveg fínt spil hérna. Það var ekki verið stöðu. Þessi kallar hérna á kóngsflagnum aðeins undarlegir hjá hvítum. Þannig að ég veit ekki alveg hvað er að fara að gera. Við skulum bakka. Þannig að nú E-drepur F6 er einfaldur leikur. Drepið dróning B6 myndi ég bara halda að vera ágætt hérna. Það hefur telst líka svona sko, en við áttaði svona hefðbundi plan og með tækifærum á báða bóga, en kannski dróning B6 þá góði við hann að riddarinn á B1, hann á ekki svo auðvelt með að fara á C3 og koma til spili. Kemur þetta E5, krókur D8 er upprópunarmerki og hann drepur hrók á D7. Og síðan getum við farið að hótana frá D4, getum við farið að undirbúa biskup D6 hrókeringu og hrókur DF7, þá erum við tvöföldun á F-línni. Það er eitthvað fyrsta sem þetta er í hug. D-drepur C5 er annar leikur og B4, biskup D6 og riddari 1-5 er upprópunarmerki. Við skal satt að opna hérna C-línuna líka fyrir hrókin og segjum að hvíturlinni að leika C4, biskup 1-5 og hrókering, og drottningin er hugsanlega á leiðin á C7 fljótlega. Svartur er alveg með sín færi hér. Náttúrulega með betri liðskipan. Biskupinn er þó C1, riddarinn ekkert frábær á D2 sko. Á móti kemur að svartur er kannski með sveikari peðarstöðu þarna á D5 og E6. Og taka. Og dróning B3 er vafasamleikur. Kemur bara dróning B7. Og sem að drottningin er ekki góðum stað á B3 núna. Biskup D6, þetta er skák. Og hvítur eru náðu uppskiptuð með þetta. Og hérna er eiginlega bara besta leikar, þetta er E4. Geti telt svona. Og þeim dróning A3 leppar, kemur E5, B6 valdariddaran og sjáum hérna á örvunum plönin. Það er dróning G6 og E4 hrókur E8. Svartur stendur betur. Gott tak á miðborðinu. Og dróning D1. Það er sama E5 hrókur D8. Og þetta er öll staðan á svartan. Þannig að næst skulum við skoða aðaleikinn sem er hrókering. Þá er það aðalvarianturinn sem er stutthrókun og F-drepur E5 og hér er algengast að drepa með riddara á E5 sem við mun skoða í lokin.
En titruður E5 er vissulega möguleiki líka og þá er gott að leika bara riddara H6, gefur því upphrópunarmerki. Þannig að hugmyndin er ofta að riddarinn er mjög sveigjanlegur hérna á H6, hann getur farið á F5, F7 oft, dróns G7 og pressa á E5 beði. Nú, dróns G7 hefði kannski verið ónákvæmleikur, hrókur E1 og þá riddari H6 þá geti komið B4 og A3, þetta er svona gambítur. Allt í einu er hvítur með mjög líflega stöður. Þetta getur verið svona viðkvæmar stöður. Hvítur getur verið leika C4 og ég held að hvítur sem er heldur betra hérna, þannig að það þarf að vera smá nákvæmur í þessu sko. Riddari H6. Segjum hrókur E1 hérna, þá riddari F7. Og segjum biskup B5. Bara snögt yfir þetta. Þetta telst hérna biskup E7, Forsteniuk, Lubell, Atkák 2022. Ég held að svartur sé með alveg rjómastuðu hérna, engin skemmstu vandamál. Getur fara að íhuga hrókera langt jafnvel. Það er líka möguleiki að hrókera stutt. Þá trúin ég H4. Hvítur leiki ekki H5. Sér hún ekkert að því að hrókera stutt jafnvel og eiga hérna G5 riddin fyrir riddara jafnvel. Ég er ekki búinn að gafa djúpt í þetta en ég sé engin vandamál í svörtstöðunni hér. C4, D4, riddari D2, biskup E7. Það ætti að vera alveg fínulega svartan. Við erum með augun á F5 beðinu hérna. Svo jafnvel riddari G5 getur verið einhvers hugmynd í einhverju stöðu. Hrókera getur biskupinn frá E8 og G6 jafnvel. Svartur er með alveg fína stöðu hérna sko. Hann getur drepið á H6, þá drepið við tilbaka, opna G-línu en fáum kvípið, biskupar, C4, D4, þetta er svona einhver staða bara. C4 hefur telst í skákinn Jan Nepomniachtchi Mamadrov 2011. Þetta er svona hvítur leikur yfirleitt alltaf, C4 fyrir það síðar. Og D4 upphrópunarmerki. Og ef hvítur leikur hrókur E1 þá bara riddari F5. F4 sína aðeins hvernig getur telst. Sjáum hérna G5 upphrópunarmerki og dróns G7 og þá er E5 beðið hitting duck eins og maður segir. Og riddari T2, biskup E7, riddari E4, riddari F5, þetta er allt hefðbundið. G3, þá hefur við hérna mentaplan, biskup E8 upphrópunarmerki og kannski við ætlum að fara með hérna H5, pressa og svo er peðið hérna á E5 orðið ansi veikt. Það er reyndar, við hefum ekki drepað í stöðunni af því að drepið tvisvar á biskup F4 dronningin af en eftir biskup H5 þá er peðið á E5 orðið veikt. Skulum baka. B4 er athyglisvert, það er svona gambit stíll yfir þessu. Hér verðum við að tefla þetta vandvirkt og þetta er með peði, ef þetta er með riddara þá
Gæti þetta verið eitthvað vandamál finnst mér. Nú D3 hefur ekkert upp á sig. Hvítur beðinn yfir og við erum ekki með nóg spil. En við drefum bara beð á B4 og eða leikur biskup D3, þá fyrir rittarinn á F7 sem alltaf góður reitur í þessu. Og A5 og svartur með ágæta stöðu hér, náttúrulega beð yfir. Hvítur biskup E7 og stuttrókur næstu leikir. Jan Nepomniachtchi, hann drap á H6 og Mamandrev drap á H6. Og hér leikar rittar FD2 sem er líklega vafasöm feðsfórn. Við sjáum að svartur væri ekki með neinu vandamál í þessari stöðu, löng rókun að koma. Og aðri leikir, hvað að segja, rittar B2, trónleik 4-7. Hér rókir við langt, A3, kongur B8 með ágætis möguleikum held ég. Þannig að næst ætla ég að taka fyrir hérna rittar B5 sem er svona the mainline eins og maður segir. Þá er það aðalínan, ég breyti hérna litnum á tabulunu bara nýgani. Rittar B5, drepa E5, drank C7. Þetta er svona aðalstaðan í þessu afbrigði og við hótum hérna biðin á E5. Biskup F4 hérna, við skulum skoða aðra leiki fyrst. F4, þá er þetta H6 bestur. Og það er í rauninni ekki undan eina kvarta sko, segjum rittar A3. Rittarinn er nú dálítið passífur hérna á C2 sko. Biskup G6 var til dæmis athyglisvert, góð skipti fyrir svartan. Dóu fáum tvíbeg, þá veikist hvítur svo hvítur rittarinn. Rittar F5 er annar leikur. Þetta er svona jöfn staða myndi ég halda. Bara sýna svona hvernig það getur telst. Hér er einhver skák sem er með Lomazov, Gradjev, biskup G6 og svartur með góða stöðu. Ég myndi nú halda kannski væri biskup G6 bara einföld lausn hér. Það er alltaf þessi franska manúvering hérna með biskup E8, biskup getur farið frá G6. Rókur E, það er skoða eftir sem er svona absolute mainline. Ég ætla að kíkja hérna á biskup F4 fyrst. Rittar Einar 7 upprópunarmerki og nákvæmur. Sveigjanlegur leikur og rittarinn getur farið á þetta reiti hérna eftir hvernig vindar blása. Bíða svolítið eftir viðbrögðum hvíts en löng rókun væri líklega vafasamur hérna. Þá nær hvítur smá forskoti í sókninni og B4 er góður leikur og þetta er bara tölvöld betur á hvítan. Já, það aðeins passa sig sko hvenær maður leikur þessum leikjum. Það er svona thin line stundum. Þannig að rittar E7. Höldum spilunum þetta af okkur og erum alveg tilbúin að rókir jafnvel stutt. En þá sko.
Nú er þetta D2 aðleikurinn, C4, þá kemur löngkrókun, D3 B4 upprópunarmerki, það fara að opna hérna línurnar, það kemur trón G4, kemur eittir F5 og svartur með fínt tækifæri, biskop E7 koma og svo framvegis, H5 G5, það sýnir þetta með örvunum, hérna biskop E7, H5, kannski G5, svartur á auðvitað með að drepa á G5 út af húku G8 síðan. Drón D6, það er svolítið krefjandi leikur, H6 er upprópunarmerki, tökum G5 reytin, smá nákvæmni og þetta endatafli er nú flókið en tölvurnar með þetta jafnt, þannig að ég býst við að sé rétt. Þannig að næst kíkjum við á hrókur 1-1. Hrókur 1, að valda óbeint beð á E5, löngkrókun, þannig að má ekki drepa á E5 með þetta út af biskop H5. Svartur langkrókir er, A4, aðeins og leikur. Tældist í skákinni Indíts Atalik. Þetta er svona gambítlína sem er, já, svona challenging fyrir svartan. Svartur þarf eiginlega að muna dálitla teóríu hérna. Þetta er svona smá nákvæmni svona. Það er best að drepa á E5. Riddari E7 er vafasamur, svo þetta riddari A3. Og þetta er flippað áðan hérna B4 og C4 þá nær hvítur hérna þá lítil pressu sko. Og hvíturum er betra. Þannig að dröfum peði. Við kynum byrja á biskop F3. Best að fara, ég ætla bara að sýna það sem er best. Dróning F5. Riddari 1-7. Riddari G6. Og hérna riddari E5 sterkur leikur. Nú er hvítur leikur biskop E2, geta það telt svona. Og staðan er bara hnífjöfn að mínum mati. Ég fer aðeins rætt yfir sögu, ég vil ekki að vídeóið sé kannski of langt, en þarf auðvitað að skoða þetta betur ef fólk ætlar að tefla það. Riddari A3 annar leikur. Það var bara best að leika riddari F6, ég ætla bara að sýna það sem er best. G3 kemur dróning F5 með ágætis spili. Það er veikur hlekkur hérna á F2. Sjáum að kallarnir geta að fara á ýmsa reiti hérna. Og biskop F3, riddari E4, G3 kemur G5, stoppar biskop F4 af, það er mikilvægt. Riddari C4, dróning F5, biskop G6 og hvítur með einhverja bætur fyrir peði en möguleikar næst að vera nokkuð jafnir. Já, þannig að A4 er alveg tricky leikur. Hér er skákin Mozart, Erik Asi. Mozart kom með A4 sem er líklega upprópunarmerki. Rúkis plan. Og núna er best að leika riddari F5. Það sýnir hvað þetta getur verið ruglingslegt. Áðan
áðan þegar hvítur leikur riddari D2 þá er riddari F5 ekki góður, en þegar leikur A4 þá er riddari F5 góður. Riddari C6 var til dæmis ekki gott hérna, kemur riddari A3 og ef hann drepa á E5 þá er þetta hættulegt, það er sannlega að tapa. Þannig að það er að vera vandvirkur og læra þessar svona aðalstöður mjög vel sko. Mozart lék riddari A3, standardsplan, þannig riddari B5, aðri leikir biskup D3 var að svara svona, bara að finna svörin. Biskup G5, það myndi vera bara svona einhvern veginn, C4, svona double edge það, og B4, það er bara best að drepa þetta. Hérna sjáum við plönin, kongur B8, hrókur HF8. Riddari A3, C4 fær upprópunarmerki. Við erum að losa hérna reit og C5 fyrir biskupinn. Og ef hvítur reynir eitthvað svona þá er giftaminsvörn. Þetta riddari H4 er upprópunarmerki. Við erum að fórna giftamenn en við sjáum að allir þessi svörtu reitir eru dálítið veikir sko. B6 og B5 að koma. Gæti telst einhvern veginn svona. Þetta hefur nú telst í alvöru skák. Kanov, Gavrilesko og svartu vann. Þannig að það getur verið allt í lagi að fórna skiptum ef maður fær svörtu reitina í þessum stöðum. Gott að hafa það í huga. Hann leik B4, hann Mozart. Það er ekki borið rétt fram. Ekki sérstakur í frönskunni. B5 upprópunarmerki. Þetta er B5, hrókur A2 kom til greina, hérna er eitthvað framhald í skáskýringum. Og staðan er easy. Riddari B5, biskup drepur, hrókur HF8 er upprópunarmerki. Það er alltaf mjög eftir þessu veikarlegt hérna á F2. Það er svona lykilatriði oft í þessum frönsku stöðum. Biskup A3 var til dæmis svarað með hérna taktík. Svona A2, kongur B8, Trónleika E7 var líka athyglisvert að stoppa þessar biskup A3 hugmyndir. Það voru þetta D4 og persónulega líst mér bara nokkuð vel á svörtstöðuna. En þetta var atskák og hann leik kongur B8, biskup A3. Hér gerði hann smá mistök, fórnaði giftamenn, það var kannski óþarfi hér. Riddari E7 hafi bara verið nokkuð solid lausn, fótum F2. Og riddarinn getur alltaf farið á C8 og valda A7-piðið þess þarf. Má ekki gleyma að við erum með hérna F-línuna, getum tvöfaldað hrókana. Og svo eru veik pið hérna, þannig að þetta hefði verið fínt framhald, en hann leik biskup B6, skulum fara snöggt til þetta. Og þá drap hann. Hugsanlega bara mistök að hirða skiptaminn, kongur H1 gefið upp sem besti leikurinn. Það er bara að fara yfir skákina. Og það ræðist á veikarleikinu F2. Hirði peðið. G5, H5.
er náttúrulega bara orðið bongo blíða fyrir svartan hér. Hann alveg níðist á hvítum á svörtulitunum og drepur á F2. Já, og hvítur gafst upp. Þannig til að súmmera þetta upp þá held ég að þessi F6 leikur sé alveg athyglisverð leið fyrir þá sem er að spá í á móti E5 breiðunni í franskri vörn. Og ungu Indverjarnir er í gasi í að teflita, þannig að það hlýtur að vera eitthvað vit í þessu. Takk fyrir.